Við erum hérna í dag því mér langar svolítið að ræða virkjanareksturinn og sérstaklega Hellisheiðarvirkjun. Hún er alltaf 20 ára í ár, hún á afmæli þetta árið og þú ert nú búin að vera þarna alveg síðan hún opnaði. Kannski byrjum á því aðeins að kynna þig sjálfan þig og svona þinn bakgrunn. Já, takk fyrir það. Sjálfur er ég vélstjóri, fór í gegnum vélskólann og framönda því fór ég út á sjó og var vélstjóri á sjó, mest á togurum. Og var þar alveg til árið 2000. Þá kom ég hérna og var að þjónusta í framleiðslufyrirtæki og var með þjónusta sjávarútveginn, framleiðslu á krabba til kælingar á fiski. Ég var þar í 5 ár. En svo vissi ég að þessari áætlun uppbyggingu Hellisheiðarvirkjun og mér fannst það spennandi kostur. Og ég sótt og þegar ég fór í starfsmannaviðtal, þá var ég ráðningarviðtal, þá var ég nýkominn úr botnlanga uppskurði, fekk sýkingu og eitthvað svona, þannig að ég var svona í hálfgerðum keng en ég byrjaði þarna og var ráðinn og við byrjuðum þarna 2, ég og Kristinn Rafnsson sem kom hérna úr orkuveitunni. Byrjuðum 1. september 2005. Þannig þú ert búin að vera í næstu 21 ár hjá okkur. Og þú ert búin að stýra í raun og veru, allavega Hellisheiðarvirkjun og reyndar báðum virkjunum stundum, en þú ert búin að vera í raun og veru stýring á Hellisheiðarvirkjun sem eins og við vitum, þetta er einn stærsta jarðvarmavirkjun í heiminum, í raun og veru. Hvernig er tilfinningin að mæta í vinnuna inn í þetta virki þarna á hverjum degi? Já, stundum, já, þetta er góð spurning og stundum veltir maður fyrir sér þegar maður er að labba inn á mótni að maður sé búin að vera svolítið lengi, hvort það sé ekki kominn tíma að gera eitthvað annað, en þetta er mjög breytilegt og vítt viðfangsefni, þannig að dagarnir eru mjög breytilegir og verkefnin eru næg, þannig að ennþá hefur maður mjög gaman að mæta vinna. En það er rétt, ég hef búin að vera þarna frá upphafi og ég byrjaði þarna bara áður virkjunum fór í gang og var með því að taka á móti fyrstu vélunum og árið eftir ég byrjaði þá settum við í gang fyrstu 2 vélarnar. Nú er ekki allir sem vita kannski að við framleiðum 303 megawatt, það er uppsetta aflið á virkjuninni í rafmagni og við erum með 950 lítra á sekundu sem er svona, eins og ég segi, þetta tekur 2-3 sekundur að fylla heita pott með þessu magni. Þetta er náttúrulega innviði Íslands, þetta er náttúrulega bara það sem fær höfuðborgarsvæðið til þess að tikka. Hvernig finnst þér líka að vera að vinna með þetta í höndunum alla daga og þessi ábyrgðarhluti sem þú ert með, hvernig er þetta að hafa verið með þetta í höndunum í 20 ár? Í 20 ár, já. Ég byrjaði nú sem einn af vaktmönnum og var þar fyrstu 12 árin í teyminu, þannig að þá skipti maður og var viku á vaktinni í einu og svo viku á 4 vegna fresti. En ég tek við af mínum yfirmanni og ég stýri vaktmönnum og stýri framleiðslu síðan 2018 og ég held að maður hefur pínu gaman að takast á verkefni og maður hefur gaman að því að leysa úr málum, getur maður sagt. Þannig að meðan maður gerir bara eins vel og maður getur, þá er maður sáttur við dagsverkið. Já, ég meina, ég er nú ekki búin að vera eins lengi og þú, en síðan að ég kom inn, þá hefur nú reksturinn gengið nú heilt yfir vel, en ef þú hugsaði tilbaka, eftirminnileg atvik í þessu rekstri, sem þú manst eftir, er eitthvað sem að poppar upp í hausinn á þér? Já, það er náttúrulega margt sem kemur upp í hugan, og þetta var nú á uppkeyrslutímanum, þá var þetta byggt upp í áfangum og þetta var stutt á milli áfanga, þannig að raun og veru var ekki búinn fyrsta áfangið þegar við byrjað var á næsta áfanga og það tók nokkur ár að vinda ofan af hvað þetta var byggt hratt upp og það voru mikið uppákomur í upphafi, miklu fleiri en í dag, getum við sagt. Já.
Og bara svona fyrsta sem kemur upp í hugan að þegar vélarnar eru keyptar frá Japan, við byrjum bara að framleiða á 2 vélum. Vélarnar eru keyptar frá Japan og þeir sjáum það sjálfur framleiðandinn, Mitsubishi, að ábyrgjast uppstöðninguna. Og þeir eru keyrðu svona fyrstu vélarnar. Ég man þegar ég var á vaktinni þegar var svona handover frá fyrstu vél 1. Það var daginn og svo er ég á vaktinni og við erum hann upp frá. Þá slær vélinn út sama dag. Og ábyrgðarmaðurinn hjá Japanum var að vinna í einhverju skýrslugerð og satt við hliðina á mér. Og við snúum vélinni við og keyrum hann upp og þessar vélar eru keyrð 112%. Það eru vélar, uppsett afl, rafala stærra heldur en vélarinnar. Og ég gat ekki keyrt hana yfir 100%. Og ég spurði Japanan, hann var að skrifa svona og hann leit upp á mig og sagði "Not my problem now." Já, við þurfum að læra þetta reyndar svona með afhendingu verkefna. Já, þetta er mjög áhugavert. Það er líka annað sem ég áhugavert, því að nú kem ég endur einsaðan upp yfir og ég veit alveg hvað mikið starffólki vinnur hérna upp frá. Það samt virðist alltaf vera fleira fólk hérna upp frá en það sem er að vinna hjá okkur. Svona hvað er svona, af hverju eru svona mikið af fólki og hvað er það svona sem að þú, hversu mikið af utanaðkomandi aðstoð erum við að fá svona að reglubundið að verktökum og fleira? Já, það er töluvert sko og við erum náttúrulega búin að vera, raun og veru erum búin að bíða eftir að verði komið rólegur tími í 20 ár sko, upp í virkjunni sko. Og það eru svona 50 manns sem eru í matnum, komið í mat á hverjum degi. Þannig að það eru kannski meðaltali 50 manns sem eru upp í virkjunum og þá er það með verktökum og það eru stöðugar breytingar og uppbygging. Það við erum að bora og við erum að gera breytingar og þegar að minnka það eins og í framleiðslunni þá fórum við að huga jarðvarmagarði og þannig að utanaðkomandi eða svona aðstoðamenn eru margir og að reka virkjun svona, við getum líka komið því að reka virkjun mjög mikið teymisvinna. Þannig að þetta eru, og sérstaklega svona jarðvarmavirkjun, það eru mikið samvinna við Gufuveitu og við erum alltaf í viðhaldi með verkstæði og það eru vaktmenn og það eru verkefnastofa með verkefni, þannig að það eru töluvert umsvif í svona virkjunum á hverjum einasta degi. Nú erum við búin að bora mikið hérna frá og við vitum það að við þurfum ávallt að leita svolítið nýrri gufu til þess að halda virkjuninni bara gangandi á þeirri stað sem hún er í dag og þeirri afli sem hún er í dag. Þannig að það rennur svona gegnum bara svona flæðið, því að við vitum sko, við borum, við sækjum gufu. Síðan tekum við heilmikið ferli. Svona bara fyrir fólk til að skilja svona ferli sem er frá holunni og inn og út á net til mín og þín heima hjá okkur. Hvernig svona myndir renna í gegnum bara svona fólk skilja svolítið svona þetta flæði á mannamáli? Já, við erum náttúrulega að bora gufuholu nr. 69 núna, nýbúin að bora hana og við erum borin að færa sig yfir í holu 70 og það eru komin 70 vinnsluholur, gufuholur. Og gufuholunar eru mjög mismunandi og hafa sinn karakter hver. Það eru mismunandi, gefa mismikið gufu og gefa mismikið af gufu og vatni. Þannig að það kemur gufa og vatn upp úr holunum og það er misjafnt. Þannig við erum með tvöfalt streymi, tvífasa streymi á gufu frá gufuholunum að skiljustöð. Þar skiljum við vatnið frá gufunni og vatnið köllum við skiljuvatn. Gufa fer svo beint inn á vélasamstæðuna og snýr túrbunni og framleiðir rafmagn. En skiljuvatnið tökum við og það er hjá okkur á 170 stiga heitt miðað við þennan þrýsting og við sjóðum upp þetta vatn. Fellum þrýstinginn niður í 1 bar
og búin til gufu á einu pari og notuð fyrir láðristuvélina sem til að keyra rafmagnsframleiðslu með láðristuvélni. Eftir að búið að sjóða upp þetta vatn, þá það 120 gráður, þá setjum við inn í varmasöð og notuð til að hita upp kalt vatn. Það heitavatnsframleiðslan og við þurfum að losa okkur við vatnið og það niðurrennslið. Það fer frá okkur og við erum með 14 niðurrennshólur sem við tökum við þessu vatni þegar búið að nýta úr í þennan varma. Já. Þetta svona gufuferillinn í grófum dráttum, en svo erum við með 4 skiljustöðvar, þannig við erum að taka gufuna bæði upp á Skarðsmýrarfjalli, úr Hverahlíð, milli Hrauns og Hlíðar og svo niður inn í Sleggjubeiðsdal. Þannig að þetta kemur úr mörgum áttum og þetta allt samtengt. Gufuveitan öll hliðtengt eða samtengt, þannig við getum tekið gufu frá hvaða hólu sem og settur hvaða vél sem Já. Og þið mikið að kveikja slökkva á hólum? Nei, við erum ekki nema við erum sem að breyta magninu sem við erum að nota, að breyta framleiðslunni. Og við keyrum virkjanir þannig svona á föstu afli, langmest, en ef við þurfum að taka þegar þurfum að taka út vélar, þá þurfum við að minnka við loka fyrir holunar til þess að vera ekki að taka gufun upp og láta hana fara út í loftið. Já. En svo eru marga holur sem eru viðkvæmar og það sem geta bara dáið sem við köllum þá koma ekki gufun inn á gufuveituna, yfirvinnur ekki gufuþrýstingin sem á gufuveituna, 8,5 bar. Já. Og þá þurfum við að bregðast við að loka fyrir þær, jafnvel setja þær í blástur og láta það jafna sig 1 til 3 daga. Já. Og einhvern veginn var ég nú með gesti frá og ég var að sýna inn og inn í sal og þeir spurðu já, hvað að vinna allan sólarhringinn? Ég sagði, nei, ég bara unni frá 8 til 4 nema alltaf séu sérstök verkefni. Og þeim fannst þetta alveg stórmerkilegt að við séum að keyra þessa virkjanir á dagvaktinni í raun og veru. Hvernig heldur utan það, þú veist, dagvaktin, kvöldvaktin, næturvaktin, hvernig erum við að fylgjast með því að allt sé bara í lagi? Alltaf. Því að þetta má aldrei stoppa. Þetta má aldrei stoppa og upptími virkjana mjög hár. Hann 99,45%. Þegar maður keyslutími virkjana, þá segjum við að óvænt atvik koma sem stoppar framleiðslu. Já. En það bæði gert með því að vera ekki að gera breytingar áður við förum heim og það alveg rétt að virkjanir eru mannlausar á kvöldin og helgum og öllum svona frídögum og það koma flestar, það geta alltaf komið bílanir, en flestar uppákomur koma eftir einhverja breytingar, eftir einhverja aðgerða. Það verið að vinna í einhverju, það verið að gera breytingar, það hefur afleiðingar sem að veldur því að það þarf að bregðast við. Þannig að við almennt leitast við að gera ekki breytingar áður við förum heim og ekki, helst ekki á föstudögum og svona stærri breytingar. Já. Og það þarf alltaf svona að horfa fram í tíman og það þarf alltaf að fylgjast með og geta séð afleiðingar eða næsta skref. Það þarf aðeins að svona horfa á það og bregðast við því, reyna að bregðast við eins og maður getur. Og nú, við náttúrulega, eins og segið, þú ert með vakthóp hjá þér sem að fylgjast með þessu svona allan daginn og þú ert með vaktmenn sem eru síðan á vaktinni. Þegar að við erum ekki þarna, þá eru þeir alltaf á vaktinni. Þannig að það alltaf eitthvað 2, eða ekki, sem að bíða. Við vinnum líka með Orkuveitunni, við vinnum líka með stjórnstöð sem líka að fylgjast með, ekki satt. Þannig að það mikið vöktun á svæðinu og öllum kerfum og öllum nemum og þetta ekki gríðarlega mikið af svona mælingum og nemum sem eru í kringum þessi tæki tól sem við erum með? Jú, það alveg gríðarlega mikið og það alveg rétt. Og það það bil 1500 merki sem tengjast hverri túrbínu. Það 1500 merki og mælingar sem fara inn í stýrivélana, stjórnkerfið, frá hverri túrbínu. Og það alveg rétt að þetta vakta Orkuveitan eða stjórnstöð í Bæjarálfstunum, hún vaktar virkjanir og heitavatnsframleiðsluna og það vinna 24/7 allt árið.
vaktmennir, tveir sem eru með bakvaktina í virkjunum, þeir eru hins vegar bara heima á sér, eru með fartölvu sem þeir geta séð kerfið í og geta gert alla aðgerðir þar. Og ef að þeim líst ekki á, ef þurfa sérfræðings annarkvort viðbrögð eða álit, þá hringja þeir bara í þessa vaktmenn. Þannig þeir eru til staðar. Þetta eru svona frávik, 1 til 5 frávik stundum meira á viku og á mörgu tilfellum geta þeir brugðist við þetta bara heima í fartölvunni. En ef það þarf að fara upp í virkjunu, þá fara þar alltaf 2, alltaf báðir upp í virkjunu. Og ef að veður eða eitthvað er þannig að það getur spilst, þá erum við á staðnum yfir veturnir. Og það er misjafnt svona 3 til 10 nætur og veturnar sem menn þurfa að vera á staðnum. Kemst þú alltaf að vinna? Já, það hefur nú bara verið svoleiðis. Ekki alltaf, en langoftast. Já, það getur verið frekar vont veður þarna, hef ég séð, og ansið snjóþung stundum. Já. Og það sem er nú líka skemmtilegt einmitt að maður hugsa sko, því að við náttúrulega keyrum þetta 24/7 allt árið, bara það er þannig. Við erum náttúrulega líka að bora þarna, nú erum við að bora mjög mikið þarna og erum að ná í nýja gufu og það er líka allt árið, alveg saman hvernig veðrar, þá eru hérna aðilar. Þetta hljóta að vera heljar menni sem að koma hérna í vinnu reglulega og hérna að vinna á svona stað. Hvernig svona bara, þú veist, þetta er ekki grín að fara upp á Hellisheiði hérna stundum miðan vetur í vondu veðri. Hvernig hérna, þú veist, komist þið bara raun og hérna upp í stundum? Já, og það er alveg rétt. Og þegar að borverk er í gangi, þá er það borað alla daga og þeir vinna á vöktum, dag- og næturvakt. Og þeir vinna alla daga og þeir skipta alltaf á 2 sólarhring og þá fá þeir aðstoð með bara moksturstæki ef það er. Það eru bara jarðýtur og moksturstæki. En eins og ég nefndi nú hérna áðan, þá er þetta svolítið svona teymisvinna að keyra virkjanir. Og ég held nú að einstaklingar sem eru í svona vinnu, þeir eru svona einstaklingar sem hafa kannski pínu gaman að því að takast á verkefni og svona hræðast ekki að takast á verkefni og þannig einstaklingar eru nú bara í vinnu hjá okkur og sem maður bara þakka fyrir það sko, sem hafa svona gaman að leysa verkefnin og eru tilbúnir. Einstaklingar sem býð eftir að klukkan verður 4, þeir endast ekki í svona vinnu, getur við sagt. Ég er líka mjög þakklátur fyrir hérna. Nú, þekkir báðar virkjanir mjög vel og þekkir náttúrulega, við erum náttúrulega með Nesjavallavirkjun og við erum með Hellisheiðarvirkjun hérna svona af þessu jarðvarma. Er einhver munur á þessum svona 2 virkjunum svona heilt yfir? Eða er þetta bara 2 mismunandi virkjanir sambærilegar? Ég held að þetta sé nú alveg 2 mismunandi virkjanir en sambærilegar. En það er það sem er svona meira umleikis á Hellisheiði, það er uppsuðan á skiljuvatni og framleiðsla fyrir láðristuvilla. Já. Það er breyting og það er svona línulega tengt, þannig að ef eitthvað það hefur afleiðingar fyrir varmastöðina og fyrir framleiðslu og láðristivill. Já. Það er svona megin munur á þessum virkjunum, en öðrum kosti er bara það er aðeins fleiri vélar og bara aðeins fleiri holur og þetta er bara aðeins stærra Hellisheiði sko. Já. Þegar þú mætir í vinna á mótana, hvað er svona það fyrsta sem þú gerir? Á mótana? Já. Það fyrsta sem ég gerir er hellubókaffi, laga kaffi, þó að séu margar könnur þá laga maður kaffi, hellur upp á. Og svo tekum maður stöðuna, hvort það sé eitthvað frávik yfir nóttina eða hvað svo bregðast eitthvað við. Og svo skipuleggum við bara morgunfund með hvað er verkefni dagsins. Og þegar við horfum núna, þú mætir á hverjum degi hérna, og ert að skipuleggja og undirbúa. Þessi breyting eins og við vorum að ræða þess áðan líka varðandi hólurnar. Við erum talar að við erum búin að bora núna 69 hólur og ég er svona bara forvitin er þar allar virkar ennþá í dag? Nei, það eru svona 10-15 hólur sem eru ekki virkar og flestar af þeim hafa ekki verið tengdar. Það hafa ekki verið tengdar en á veituna því það eru ekki gefin nógu mikið eða vera langt frá vinnslusvæðinu. En aðrar hólur eru inn á veitu og
þær gefa mismunandi mikið. Sumar hólur er búið að tengja þannig að það blæða bara kannski 1 kíló gufu inn á en aðrar hólur flestar hólur eru tengdar inn á. Og þegar horfum núna bara fram í tíman, næstu 20 árin og svona, hvernig svona sérðu fyrir vinnsluna í virkjunum okkar? Á hún eftir að breytast eitthvað, heldur hún verður bara mjög svipuð? Hvernig horfðu þú á þetta? Já, vinnslan hefur breyst frá upphafi. Þetta er að verða flóknari og meira prósess inn á hverju fasa. Þetta var einfaldari í byrjun og við núna erum að taka fleiri miðla út og nýta miðlana á fleiri stöðum. Og ég sé að í framtíðinu munum við nýta meira gas og við munum framleiða fleiri afurðir heldur við erum að gera í dag. Muni er að breytast þegar maður heyrir stundum þetta orð sagt, það er að blotna hólurnar. Er það eitthvað svona sem við höldum að eigi eftir að breyta framleiðslunni hjá okkur? Já, það held ég líka og við sjáum það á Nesjavöllum svæðið er að breytast þannig að nýjar hólur núna er að koma meira vatn á móti gufu. Þannig að við erum að taka meira skiljuvatn. Það er hlutfallslega miklu meira skiljuvatni á móti gufu sem er að koma núna heldur en var í byrjun. Og það er bara breyting á svæðinu sjálfu. Og hérna, svona kannski í lokin, hvað er svona skemmtilegast í vinnunni? Hvað er það svona sem að fara til þess að gaman? Hvað er svona skemmtilegast? Já, maður hefur gaman af að keyra virkjun þegar allt gengur vel og það er bara gaman að þeir eru mikið í gangi. Þegar eru framkvæmdir og það þarf að gera breytingar og það þarf að hugsa fram í tímann og skipuleggja og þegar allt gengur upp þá er gaman að keyra þegar verkefnin gangur upp sem maður er að skipuleggja og stuðla að. Og það er væntanlega alltaf nóg verkefni. Það hefur verið þangað til, við erum nóg verkefnum og við hefum ekki ennþá lent í þessum dauðatíma í langtíma. Það er ekki líklegt að vera næstum held ég sko. Nei, og þetta er bara, framtíðin er björt og við munum keyra áfram þessa virkjun og ég sé hana bara keyra næstu 20 árin. Ef við höldum fyrir að bora og afla gufu þá munum við keyra virkjunna en það verði fleiri afurðir. Já, bara takk fyrir mjög skemmtileg spjall og mjög gaman að einmitt að fá þína innsýn svolítið sem er búin að vera hérna lengi upp frá og ég er mjög þakkláttur fyrir það sem þú hefur verið að gera fyrir okkur og ég er þakkláttur fyrir teymi sem er að mæta hérna alla daga upp í vinnu og í hvaða veðri sem er og sjá til þess að við fáum heitt vatn og rafmagn. Þannig að bara kærar þakkir. Bara takk fyrir og þetta er samvinna að keyra svona virkjun, þetta er margra manna samvinna sem leggja sig allir fram.